Þess að við tap gegn Úkraínu í dag og síðasti leikur á morgun. Hvernig staðan á hópnum? Já, tap í dag. Staðan á hópnum, hún svona, hvað þetta, 9. þetta er 11. leikurinn á 2 vikum, þannig að hún eftir atvikum bara, eins og það stendur og já, bara ágæti staðar á liðinu. Þetta var svona, sumt var gott í dag og annað var verra og niðurkaflarnir voru ekki nógu góðir hjá okkur og við fórum aðeins og djúpt en svona góðu kaflarnir voru fínir, voru flottir. Spilið var gott og en þú veist, þetta er bara, já, eins og þetta er. Anna Ingunn með frábæran leik í dag. Hvað var hún að gera svona best í leiknum? Já, hárrétt, hún er með 32 stig sem er meira en helmingurinn á stigunum okkar í dag sko. Hún bara hitti frábærlega og Anna er bara góður skotmaður sem hefur kannski ekki verið, hann hefur ekki verið að detta fyrir hann í öllu leikjunum hérna eins og móti og en hún þarf bara að halda áfram og þetta var bara flott fremstæðan í dag, hann datt hjá hann í dag og það sem hún gerði líka meira núna var hún var meira aggressív á körfunni og fékk fullt af layupum og þannig að þær fjallaði af henni og þá fékk hún meira svigrúm til þess að skjóta þessa þrista sína, þannig að það var engin spurning, hún gerði mjög vel. Og síðasti leikurinn í Evrópukeppninni á morgun gegn Eistlandi og þetta er rematch. Við spilaðir við Eista fyrir 2 vikum. Já. Hvernig líst þér á leikinn á morgun? Bara mér líst mjög vel á leikinn. Bara, þú veist, þetta er búið að vera lærdómsríkt og ég segi fyrir okkur, ég meina, þú veist, það að við séum inn í 9-16 við spilum 15. sæti en þá erum við að spila á móti andstæðingur sem eru sterkir og betri heldur en við á löngum köflum og ekki það að Úkraína hafi endilega verið betri við spilum ekki alveg nógu vel til þess að skila að vinna í dag en við hefðum mátt að gera betur en Ísland á morgun, já, þær eru við náttúrulega spilum frábærlega við þær í fyrri hálfleik síðast þegar við mættum á Norðurlandamótinu en svo gerðu þær vel í seinni og sóttu hart að okkur og þú veist, það verður bara gaman skilu, vonandi bara höldum við áfram að reyna að bæta okkur og maður fá góða liðsframistöðu á morgun þar sem að allir að leggja í púki, það er svona það sem maður myndi vilja sjá svona í síðasta leik eftir langa ferð. Glæsilegt. Takk hérlega fyrir og gangi vel. Já, takk fyrir.